morning, elsku hlustendur, því að klukkan orðin 4, það föstudagurinn, ég veit ekki svona hvað drengir, jú, það 2. ágúst. Það skiptir ekki öllu, dagsetningin aukaðatriði og þjóðhátíð, drengir. Þetta þjóðhátíð þáttur FM95 Blöð, sumarfríði búið og bara back to reality, eins og við segjum. Þetta svolítið þannig, minna við erum allir komnir, við vorum allir í fríi. Allir í fríi. Komnir tilbaka. Já, og þetta var með þess að langt frí, þetta voru 5 vikur. Já. Og ég held sko... Varstu farin að sakna okkar? Í restina, já. Hreinskilin. Ekki fyrst. Nei. Bara ekki neitt fyrst. Ok. Ég bara... Varstu bara ánægður að losna við okkur fyrst? Fyrst hugsaðu bara... Að við vorum hreinskilin. Thank you, damn the Lord. Já. Ég sagði ekki damn the Lord, af því að I don't damn the Lord. Ég segi praise the Lord. Við erum ekki þægilegur stöfinni til þetta. Jú, þeir eru það nú. Krefjandi. En ég lofi ykkur því, í lokin, já, hann að sakna ykkur. Já. Og hvað þá, veist það? Þetta besta hefð FM95 Blöð. Að fyrsti þátturinn sé á þjóðhátíð, við erum, ok, það átt að vera eitthvað skýta viður hérna, það bara alls ekki. Ég hef aldrei séð svona gott viður í rauninni, þetta sko... Jó, þú er aldrei séð ekki ljúa hlustendur. Nei, sko, ég er ekki að ljúa núna. Nei, það er ekki rigning og ekki rók. Ég komi hérna, ég veit ekki hvenær ég kom hingað fyrst, ég er búin að fara svo marga þjóðhátíðir, en þessi þjóðhátíð núna, ég myndi segja þetta væri í veðri 8. Ég er yfirleitt miklu verra, það er bara skýjað. Já, ég líka fíla þegar við erum á tangunum. Það er okkar lið hérna beint fyrir utan. Svakalega, þú veist, málega það er svolítið gaman, sko, ég elska þess að þjóðhátíð þetta því að við erum basically, við erum live með crowd. Það er bara, við erum að horfa hérna út og liðið er að hella í sig og er að ofpeppast. Já, sko, líka málega sé fíla við crowdi okkar. Þetta er svona hörðustu fyllibittunar á eigin. Það er ekki, ég er að horfa núna á krátið hérna. Það er að fagna. Það er ekki einn aumingi hérna á svæðu. Ég þekki aumingi að því ég sé það. Það er ekki einn hérna. Þetta er, þú veist það, þetta er lið sem kann að fá sér. Það er bara þannig. Það er alltaf búið 10 hérna. Og við líka hlustum á hlustundu. Við vorum að fara hérna yfir þáttinn á hann og þá vorum að hugsa... A light beer. Thank you, Lord. Og þá vorum við að fara yfir hvað við ættum að hafa í þættunum og það voru svo margir sem koma að okkur og sögðu, hörðu, þið verðið að tala dónalega. Þannig við ákváðum á síðustu stundu að bæta því inn í handrit. Þannig að það verður talað dónalega í þættunum í dag. Já, ég vona einilega að ég verð ekki dregin. Já, það verður bara dregin. Ég vil vera on the receiving end. Hvað minnar þú? Þetta því að sko, ég vil að steinda töði við því að það sé vont að vera on the receiving end. Já, hann hefur oftast lent í því. En ég verð til ég bara að láta lesa yfir mér. Ég segi við látum bara núna, hérna, fólk sem er við hliðina á okkur, það er fullt af fólki hérna, láta bara draga með það. Já, þetta verður allt fair hérna eftir sko. En byrju, þannig að þú myndir freka vilja vera on the receiving end, heldur hún að bara sleppu sig? Nei, sko, mér finnst óþægilegra. Mér finnst best að vera bara laus. Já, sko, auðvitað það best, klálega. Mér finnst mjög óþægilegt að annarkvort að tala dónalega við þig eða stonefucker. Best er að vera bara annarkvort að stonefucker eða þú að tala dónalega við mig eða verið frí. Ok, talandum að tala dónalega og vera í beddanum með einhverjum. Ef þú yrðir bara til að bjarga fjölskylduðinni, hvort myndirðu taka með Stoney og hafa gaman? Gefa hérna gamla? Nei, bara klára þetta meira svona. Akkur er þetta að vera gamli? Já, það þarf ekki að vera gamli skólinn sko. Blöð var að búa spurningu til bara on the spot sko. Ég þarf að vinna með þetta. Þetta meina, ef ég þarf að make sweet passionate love. Já, strax betra, ekki einna gamla. Með þér eða Stone Man. Já. Til þess að fjölskyldaðin lost með fangelsi. Ég meina, hann hefur nú fengið... Nei, það er að koma í jager hérna. Það er að gerast hérna. Sko, 56 ingredients. Já, en við ljúum ekki að hlustundum. Ég sagði við á hann, þú mátt fá skot eftir klukkan 5. Já, get ég fengið hálft nú? Já, sko... Blöð keeping a tight schedule. Nei, það þarf ofta, ok, ég veit að það eru margir búin að biðja blöðkastið, það sem við erum aðeins búin að fá okkur. Það er alltaf gín í þjóðhátíðarþættinum, en Egill, ég þarf að hafa þig góðan. Munið þegar við fórum í túrin í hérna Jagermeisterkastarnum og ég... Og meikst í því. Og þú varst beru ofan í hvít og sló. Ég ætlaði bara að segja frá því. En svo pissaður í þig. Býta aðeins. Nú vorum við búin að tala það. Þú fevar einhverju krytti og meikst í þig. En er það að segja frá því fyrst getur? Nei, auðvitað. Þá með ég tala um það. Ég held að þið værið að skvíla kallinu. En máli Blöð? Já, það var eitthvað rosalega. En máli, má ég koma nú ætla að svara Blöð að þessina. Ég vann að svara um aldrei því að hann alltaf er... Þið voru mættir eitt síðan klukkan 9 í morgun. Hann er King Blöð. Þú hefur fengið tækifæri oft til þess þegar Blöð hefur verið að labba til þín allsbyr á hótelherbyggjum og svona vera eitthvað meina ít í þig og kýtla þig. Þú hefur fengið tækifæri, þú hefur sleppt því. Nú ætlum ég að ræða máluna. Nú er Blöð að banna mér að taka
að ég mestu shit. Nú, ég stóð að tala um að þetta að velja annað gott. Nei, ég er með annað topic nú. Slaka það svo. Ok, nú hann að segja, Gilsi slaka það svo. Það sem þessi blöð fattar ekki, ég er ekki flying private frá Reykjavíkurflugvelli á 14:00. Ég var ekki flying private. Ég var mættur með rúmfattalagarnum og IKEA og öllum the average Joe við ferðumst 10:00 bara að segja það blöð, ég og Egil við ferðumst ennþá bara með almóðan. Já, það ger ég líka, bara svo það sé á hreinu. Við förum í bíla, við förum í skip. Bubba Arne Kahn, þú sendur mynd og sendur mynd og Bubba og Arne Kahn á Reykjavíkurflugvelli og Fossið í Íslands. Og Fossið. Nei, það var þetta ekki private. Málið er að við hinnir við erum ennþá bara með lappirnar á jörðinni. Akkurat, þetta finnir grín í okkur en þið ætluðu báðar að koma með fjölskyldu eitthvað með, það var ekki pláss fyrir mig í bílum, hann þurfti að fljúga. Við aldrei liðið að mikið eins og piece of shit. Það senda mynd á það. Fyrst senda mynd á Bubba og niðurlæðið með hannig, svo Arne Kahn og svo the goddamn president. Það herðu. Men ég og Steindi voru með Jisk-gómnum í Herjólf með eitt síðan. Já, sko, þú voru átt að hvað, þetta er ekki alveg sama ferðalagi hjá okkur félag. Ég ætla samt að gefa Herjóli það að þeir eru að vinna með síðabjóra og það er alveg virðing, sko. Það er erfitt að finna síðan í dag, sko. Ég hefði alltaf komið með ykkur, ok, Steindin, en nú að segja bara hann að hlustendur viti að þú ætlar að taka konun og Ronju með þig ekki? Já, þau eru að koma morgun. Já, þannig að það var ástæðan fyrir það var ekki pláss fyrir mig í bílnum, þess vegna fór ég með flugi. Ég hef alltaf tekið bátinn með ykkur. Ríkastur að fljúa private hérna. Akkur segir þú private? Veistu hvað private er þig? Veistu hvað er private? Þá er ég bara einn í flugvél. Eina sé ég var bara með Icelandair eins og allir hinn. Þegar ég heyri private, þá fyrir að Reykjavíkurflugvöll, 20 minna flug, lítil flugvél og lendir hér. Var það ekki að sem gerðist það? Þetta var bara, private. Þetta var ekki lítil flugvél. Það gott allir panta þetta flug. Málega er að við erum ekki partur af þessum hliðatílum. Við förum bara í. Málega er blöð góður að halda mann einhvern veginn á tang. Hann að sagði bara, ég er kóngurinn fyrir clowns. Vitið hvað ég hugsaði? Leiðu þau sendu myndina af ykkur hérna í Herjólfi með síðan, ég hugsaði, ok, herru, ég þarf að passa Egil þegar ég kem á Egilna. Það var bara nákvæmlega þannig, leiðu ég mætti hérna, ég bara svona, ok, þetta getur orðið vesen, það eru 4 tímar í þátt. Þannig að nei, þú farið ekki jaga fyrir eftir klukkan 5, það er bara þannig. Það er búið að vera mjög gaman hjá okkur ekki, við erum búin að kanna Egilna, við erum búin að heimsa upp á heimamannin, við erum búin að vera hérna að taka stöðu á fólki og það er alvöru í búning. Já, sko, Grindvíkingarnir, þeir kunna þetta. Já, þetta er svo bakk. Þetta eru álöfuru stemningskaldi mættu í maður. Grindavíkinni. Og reyndið hérna líka. Þetta er geggjað. Já, það er allt upp á 10, en drengir, það er, sko, það er nógum að vera hér í dag. Ég ætla líka að ræða eitt við ykkur. Ég lendi í óþægilegu atviki aðan á flugvelli, ekkert óþægilegu, þetta er svona skrítið. Ef að hérna, að því að þú ert þekkt persóna á Íslandi. Segðu bara, ef þú ert Öddi fucking blöð. Nei, ég myndi aldrei segja það. Þekkt persóna. Já, ok, segjum og segja þekktur. Segðu Öddi fucking blöð. Já, segjum og segja þekktur. Hvort sem er ég eða þú. Segðu bara út blöðarinn. Já, Birgitta Haugdal, hver sem það er. Ok. Já, þá að vera að veifa. Já. Og ég í svona, greinilega bara, ég veit ekki eins og hvað, veifaði tilbaka. Það var ekki verið að veifa mér, það var bara vinkun og hópur á baka mig og mér fannst þetta svo óþægilegt. Veifaði tilbaka? Já. Ok, hvað er rétt að múfið þarna? Því að hef ég ekki veifa, það er bara átt, ég er þannig leðilegur. Sko. En líka ef ég veifa, þá er bara, hvað er hann að veifa? Ég segi frekar veifa og líða illa en að sleppa veifa. Þetta var óþægilegt. Ég veit allir sem að hlusta á lendi því að veifa einhverjum og fatta svo að það er ekki að veifa þeim. Allir lendi því á flugvöllunum. Ég verið með þetta lengi að því að ég er með -2 á báðum og ég er smá heyrnarskertur á eyrunum. Áður þið gleru? Ég á gleru, ég er með njóta gleru. En ertu heyrnarskertur líka? Já, ég greindist heyrnarskertur. Sérðu illa og heyrir illa? Já. Og það ástæðan fyrir alltaf að segja. Nei, hæ? Hörðu, nú ætla ég aðeins að bakka upp. Getur það verið ástæðan? Nei, celebrity backup núna. Celebrity backup? Hörðu, hver mætti á undan Gilsa og Ólís í morgun? Í alvöru? The motherfucking Stone Man. Hörðu, samt fór ég tók ég smá raukt í pott í gær og ég, og bara potturinn yfirleitt svæði mig, sko, en hann vakti mig, þannig að ég sofnaði ekki 3 í nótt, þannig að ég var búinn að vera. Þú varst á vökunni bara? Nei, ég er ekki á vökunni.
Hvað heldur ég sé snjómarinn Óli? Ég er búin að sofa í 3-4 tíma. Ertu að vöku? Nei, ég er búin að sofa í 3-4 tíma. Það maður drekkandi í pottunum í allan nótt og mættu til eiga. Hvað kallast það annað en að vera vökun? Eigum við frekar að tala myndina sem ég sett inn klukkan 9:30 í gærkvöldi. Já. Þú varst komin upp í og sendið mynd í chati. Ég er að fara að sofa klukkan 9:30. Þegar ég horfði á þessa mynd, ég var ekki eitthvað svona skynsamur. Ég hugsaði bara, það er bara eitthvað af það er eitthvað sem er erfitt að pinpointa það er eitthvað sem er bara, hver getur þetta? Steindi sendi mér persónlega, nú fyrir við aðeins að ræða við hann, það er eitthvað af honum. Þú þurft að tapa svo mikil tíma á þessu, 9:30 stundur langt að vera að taka ég og hrista og segja bara gerðu það, verðstu vakandi til miðnættis ég veit, en ég þurft að vakna 6 til að taka nokkuð mail og áður fórum að ná upp Ólís. Ok, það er auðvitað líf. En mér langar að segja ykkur bæta við þetta með veifið. Það er góð regla að veifa bara, það skiptir ekki máli hvað þú sér, bara veifa og eiginlega líka bara veifa á fyrra bræðis. Ok, en þá ætlum ég að fara aftur yfir Þú verður bara eiginlega lappandi veifandi. Þá ætlum ég að fara aftur yfir í hitt, Egill, þar sem við byrjum að ræða, bara til að bjarga fjölskyldunum á fangelsi, hvort það verða ég eða Steindi. Af hverju væri fjölskyldan að fara í fangelsi? Hvað væri? Já, bara, voru einhver staðar erlendis og lendi ykkur röggi? Einhverju smiklir í það? Já, nei, ekkert smiklir. Þeir eru báðir vel above average huggulegir. Ok. Auðvitað þú unnið Sexist Man in Iceland Blondell sem Steindi hefur aldrei gert, sko. Þá var hann skilið, hann klálega skilið. Já, betur, þú varst valinn kynþokkafylgst Íslandingur? Nei, það var bara sagt að lesandi vikunar fyrir einhverju 25 mánu síðan. Já, þú varst valið að Blondell og vannst það. Hætti að gera lítið úr victory hérna. Nei, það voru bara úlingar. Nei, þú fekkst doll. Nei, ok, veistu af hverju það gerist? Af því að Sveppi talaði um þetta í 70 mínútum og það voru allir úlingar inn á vikuna.is og kusu mig. Það var ekki að því ég var svo sexy, sko. En samt, ég held þú hafi verið helviti vinsætlega á the ladies hérna. Hvað segir bara? Sko Hvað ertu að hugsa? Nei, ég er að hugsa bara, mér veist þú að mér Steindi alltaf svona, hann er svona mjúkur og þægilegur eitthvað og svo er hann með yfirvaraskegg, það er svona sem ég er að hugsa. Þú veist að hann er líka bara að segja til að bjarga fjölskyldum manna, þetta er ekki hann er ekki að, þú veist. Það er a couple of bodybuilders og þú veist með 2 bodybuilders, það er bara svo stál í stál. Ég sé það bara ekki einu svona, þú veist, virka, ég meina ég er að segja, þú veist. Ok, ég er búin að skrifa nöfnunni, við ætlum að draga núna í að tala dónulega. Ég þarf ekki svarið. En það hlýtur að vera aðeins betra að hafa mjúkan manni. Ég ætla að segja rétt og stóð. Ég ætla að representa pappa líka með dóti. Þetta er bara, það hlýtur að vera betra. Bara svo vitið þér, ég er að fara upp á annan ykkar, ég fær alltaf á þeir, sko. Það er bara hannig. Takk fyrir. Ég ætla að segja afhverju, ég ætla bara að segja ekki neitt. Ég ætla að segja takk. Það sem við ætlum að gera núna er, drengir, að við ætlum að draga. Núna við erum með fullt af vitnum hérna. Það er dregið. Sara, bittum eða vitnum? Vitnum og bittum. Takk. Ok, það er að draga núna. Fyrir við ætlum að draga af því að það er miklu betra að þú ert að fara að tala dónalega við eitthvað. Það er betra að þú hafi smá tíma til að semja það. Þannig að, ok, eru tilbúinir? Já. Ok, hver ætlar að draga og hvað viljið þið draga? Egill, þú mátt bara draga. En ég er mjög óheppin í að draga. Já, sem ég skal draga. Ok, en hvort ætlar að draga þá fyrst hver á að tala dónalega, hver er on the receiving end? Receiving end, ok. Nú vil ég draga mig. Ég elska að fá lestur. Akkur viltu ekki sitja hjá? Mér finnst ekkert vesen að þú drullar yfir mig, hvað er að því? Steindi vil meina að maður eigi ekki að drulla yfir í þessu. Hann er ekki að miskilur leikinn. Það er bara langt síðan ég fekk þetta og ég vona nánast að ég fá þetta svo ég geti sýnt ykkur hvernig eigi að gera. Hvernig á að tala dónulega? Ok, þannig að Egill, þú ert að draga núna og nafni sem hún færð. On the receiving end. Ég er til ég að vera bara laus við þetta alveg gjossanlega. Það var reynskilum. Sýnt okkur með þetta star á pakku. Sýnt okkur? Hver er on the receiving end? Það þarf að taka langan tíma í þetta. Steinfor on the receiving end. Nei. Steindi, viltu að ég dragi eða Egill dragi? Ok, byrju, þið þurfa að vera hinn. Nei. Hvort viltu fá mig eða Egill? Ég vil fá þig. Viltu að ég tala dónulega? Ég ætla bara 100%. Það er bara Draðu blöð. Please draðu blöð. Hver tala dónulega?
Þetta er Egill. Nei. Er ég laus? Nei. Þvílík veistla, þá fyrir við snemma í þetta. Akkur er gerum ég, Er þetta fixt? Þetta er ekki fixt. Ok, akkur í 90% tilvika Steindi át með það. Ég er að fara að geta það með. Ertu með tyggjó? Ertu að geta blöð? Þú veist, þú getur, máttu alveg geta blöð, sko. Getur allt. Máttu geta blað? Já. Áttu geta blöð? Sko, stráka, ég get sagt ykkur eitt. Þeir getur getið heila stílabók, sko. Ok. Hvað heldur það að gerist? En okkur ætti maður að gera það? Nei, ég er ekkert að segja hvað ég er að gera. Ég er bara að segja að því að þið voru svo nextlar, ég hef oft getið blöð. Hvað er ég að segja við hann? Það er ástæðan fyrir dróðum í fyrstu innkomu af því að það var ekkert feikirna. Hér var dreigið fyrir fram að fullt af fólki og þú hefur smá tíma núna til að semja þetta. Ákveður þetta að drekka jagen þegar ég er búin að banna þetta? Ég sagði eftir klukkan 5. Þetta er 56 lið. Eða skála 56 ingredients. Stráka, Nikoló frí. Fyrstu þátturinn frí. Skáldu þjóðin. Svo náttúrulega er rosal, sko, guys, annarkvöld. Ég er ekki að djóka til að gera því að málið er að við erum skipulagðir gaurar. Ég veit ekki hvort að fólk viti það ekki. Við erum skipulagðir. Við erum skipulagðir í ruglunum okkar. En við erum búin að leggja alvöru vinnu í þetta sjó á morgun. Þannig að við ætlum að gefa eiginni alvöru partíin. Þið sem eru hérna í Herjólfsdal, ég lofi ykkur besta sjói allra tíma í FN95 blöð á morgun. Það er mjög gaman, ég tjekka mér á Hotel Vestmannaeyjar áðan. María þar sem alveg frábær. Hún sagði mér til mig bara, hún er alltaf á þjóðhátíð. Hún sagði að ég elska við ykkur, smá hrós á okkur félagana. Hún sagði bara að við tökum þetta alltaf á næsta level ár eftir ár. Með margir artistar og nafngendingan mæta oft einhvern veginn bara og eru bara eins. Við höfum aldrei verið jafn undirbúnir og annarkvöld. En líka, þú veist, við erum bara metnað. Þetta sjó verður betur enn í fyrra. Já, punkt. Og þið sem eru hérna í Vestmannaeyjum, þið þekkið regluna leið og kickstart með hart byrjar á fónunum og þá bara fyllum við gólfið og gerum allt bíl. Já, við erum að fara að bóta dansgólf bara á fyrstu mínútu. Það er bara, þetta er partí. Það var aldrei dansgólf fyrir minnati en það er búið að breytast. Og FN95 blöð er 23:05 til 00:50. Þetta er 2 tíma sjó. Þetta er alvöru sjó þannig að verið mætt allavega fyrir 11. En ég ætla að fara yfir þátt dagsins, drengir. Við erum með klefa sem að við Steindi tókum upp í gær. Alvöru metnaðir í gangi. Við mættum upp í stúdíó og hendum í skellt á mig. Já. Við skulum ekki tala um þetta. Við skulum bara spila þetta. Við spilum þetta eftir, en þetta var samt A-edition. Maður varð að ringja í einhvern í Vestmannaeyjum og láta einhvern í Vestmannaeyjum skella á sig. Og ég hlakka til að hlusta þetta. Já, ekki mig. Ég hlakka mikið til að hlusta. Já, ég veit það. Þannig að það er klefi, við erum með spurningkeppni Gilsarans. Ég þarf ekki að spyrja þig, erum við ekki að tala um King of Þjóðhátíð vantarlega? Þetta er seasonal keppni. Þetta er svona keppni sem þú veist, eins og ég margir sagt, þú vilt vinna King of Summer, þú vilt vinna King of Þjóðhátíð. Þú vilt ekki vinna King of Ógeð. Það er eina sem ég vilt ekki vinna. Hver vann það áttur? Ég er með þann titil. Já, vann það bara Steindi. Ég hef aldrei séð að ég bara tók þann titil. Nei, tók hana? Já, ég bara, svo er mikið þarna hjá þér. Ég hef aldrei séð mikið walkover King of Ógeð þegar Steindi tók. King of Þjóðhátíð er á sínu stað. Það er seasonal keppni. Svo eru fleiri liðir vantarlega. Það er ekki? Hvað er að gerast í þættinum? Við erum með hvort myndur frekar. A-edition, þú ætlar að hendi myndur fyrir cash. Ég ætla að vera með myndur fyrir cash og strákar, ég ætla bara að biðja ykkur núna fyrirfram. Þú veist, myndur fyrir cash í dag er í grófari kantinum og er krefjandi, en ég vil fá alvöru svör. Það er líka þannig þegar við vorum að henda 56 ingredients þetta niður, þá er aðeins meiri gýri mönnum. Það er bara að fólk fyrirgefur það. Þannig að ég tók kryddið sem var úr skóginum Deep in South Asia og ég setti það alveg inn í nefið á mér og kom 1 dropi niður. Sko pían sem að það kom ekkert 1 dropi niður. Nei, ég gerði það ekki. Nei, við verðum að þú megst í það var ekki þannig. Sko málið er að kom dropi, sko technically meigan í sig, en þetta var dropi. Málið er það. Kona sem að var með jagitúrin sagði tvisvar við mig, I've never seen this before. Þegar þú fórst úr ofan. Ég bað um það, ég bað um leyfi. Það var svo heitt. Ég bað um leyfi, má ég fara og svo fór ég náttúrulega í þetta grísjuna yfir sem var þá eiginlega verra sko. Og svo þú megst í þig og var allt í hlandi hann í jagikastanum. Þá sagði hann bara, I've never seen this before. Við erum ekki að fara að fulla svona. Málið er, ég þurfti að fara að pissa. Svo var hún að segja, hérna er öll kryddin. Ég tók upp 1 svona krydd, þefaði svona og leið,
það var svo sterk lykt af þessu. Það drópaði. Það bara svona eitt lítið, Ég er ekki að það drópaði. Já, stemningsdrópi. Nei, við erum bara fokk í það, sko. Allir vinir. Hvað er meira? Svo ætla þeir Erpur og Bent að kíkja heim svo fyrir á stóra sviðinu í kvöld. Þannig að það er þéttagskrá hjá okkur hér í dag frá 4 til 6. Beint af tanganum, beint af þjóðatíð og við ætlum að byrja á lagi sem að ég er svo peppað fyrir að taka annað kvöld og það heitir Allt sem ég þarf og það er eins gott að ég er búin að læra textan. Farið inn á Spotify, hlusta á þetta, lærið textan. Dalurinn þarf að syngja með. Ja, Dalurinn er að fara að bilast á morgun. Sakki, hendur sá. FM 957. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 blöð í beinni útsendingu frá tanganum hér á þjóðhátíð að þáttur FM 95 blöð, sumarfríði búið Hér á FM. Hér eru menn í alvöru gýr og fullu tangi, fínasta veður fyrir ykkur sem eru að hugsa á maður að henda sér yfir, það myndi ég alltaf gera 100%. Sko, má ég, nú ætla ég ekki að vera leiðilegur. Alls ekki. Nei, þess vegna ætla ég að taka þennan drikka að þér. En sko, Áttur það er illa alltaf að vera með 8 drikki. Já, ég skilja það ekki. En málið er, sko, íslenskir veðurfræðingar, er ekki gott að halda öllum á tann sem að þú veist blöð, þú ert að koma í henn og sem var ég búin að shit over and over and over and again. Möndur ekki vilja að ég var með aðhald. Ég er með aðhald á blöð, ég segi blöð, þú ert bara shit over and over and again, út að rífa það í gang. Með fulli virðingu fyrir öllu veðurfræðingum í Íslandi, Fyrsta lagi byrjar að segja í loka apríl að þetta er besta sumarinn í History of Iceland sem endar á að vera versta sumarinn í History of Iceland og leið mér halda á þetta með rant svo á akkurat núna á að vera the wrath of God yfir eyjun núna. Fólk er úti, bera ofan. Nei, það er ekki eins og sé bara á Tenerife. Nei, það er þetta að byrja að regna Það er aðeins byrja að regna Ég bara með þetta fagleg gagnrýni á veðurfræðinga. Það á bara að regna í hálftíma í dag. En vitið hvað, þetta hefði verið sóknarfæri núna fyrir storminn að stíga fram að móti öllum spám og segja það verður bara solid í eigum. Því að hann hefði þá núna staðið uppi sem Ég skil Sigga Storm alveg vel. Ef það er búið að berja þið niður aftur og aftur og aftur þá þóru ekki taka neina sensa. Það er ekki sko, Siggi Stormur er alltaf þórað að koma með hot takes. Já, við gefum Storminu það. En með skrítið eins og núna, það er besta veður sem ég hef aldrei verið í betra veðrin í Vestmannaeyjum. Nei, hætt að ljúga. Það á að vera fellibylur. Nei, hætt að ljúga. Það er fínasta veður en það er allavega, það vantar kannski smá sól. En svona öllu grínu sleftu, þá er samt í alvörunni bara fínt veður. Já, fínasta veður. En við ætlum að fara í slúður hér í FN 95 blöð. Rétt áður förum í, klefa sem var tekin upp í gær og drengir eru tilbúin í slúðbakka. Yes. Hvað ætlar að bjóða okkur upp á? Ég ætla að byrja á hljómsveitinni NSYNC. Það er hljómsveit. Það er hljómsveit, en sko. Það er samt, er það hljómsveit? Það eru winners. Hvað er hljómsveit? Nei, við erum hreinskilnir í þetta. Steindi. Nei, við erum bara. Nei, Steindi, þú ert lél og það er engin slakar í að meta hverju. Við erum hreinskilnir. Já, ok. NSYNC. Syngdu eitt lag. Syngdu eitt lag. Baby bye 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 But you really wanna make it Þú þurftu að hjálpa. Nei, ég var með þetta. Sko, málið er að Akkur hættur með þennan lið? Þegar þú varst byggðum ykkur setningar og við áttum að fara að breysta. Nei, það er hrikalegu liður. Nei, ekki aftur í hann. Það eru líka margir að byggja að fá liðin aftur það sem að fólk eru öskra í umferðinni. Getur þetta að byrja með það? Það er gaman. Næsta fyrsta. Ok, NSYNC, kongarnir. Hvað er að gerast með það? Ég geta látt sér á svona peppa að vera slúður. Það á gríns. Hvað ætli segja frétta af NSYNC blöð? Þeir vilja Justin Timberlake á túr. Þeir vilja það. Nema það að, sko, lagið eru búin að sjá Deadpool and Wolverine. Nei, já, hann inni, en ég er ekkert eðlilega peppaður, álur mynd, sko. Er hann komin í bíó? Ég fór á hana, hún er sturlu. Það ekki? Ég er bara, ég er engin svona Marvel-lúðin, ég elska hana, þetta er bara grínmynd. En ég er aðdáðandi að báðum fígurum. Já. Ég er harður Hugh Jackman maður. Já. Ég elska Deadpool, þetta lítur á gott. Já, myndin er geggjuð, en sko, opnunaratriði, og ég er búin að sjá þetta út allt á Twitter og út allt. Þetta er flottasta opnun sem ég séð á bíómynd og ég meina það mátt ekki spoila, það er margir eftir að sjá. Nei, þetta er ekki að spoila neina. Lagið Bye 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 með NSYNC er í opnunatriðinu á Deadpool og Wolverine. Þeir að fengi það á kling, sko. Já, nei, en þetta er hægt að tala niður NSYNC. Svo Steinþór, nóttu að tala virðingu NSYNC, sko. Já. Þú talar NSYNC, þetta séu bara einhver rauningar. Þetta er frábær hljómsveit, vilt hljómsveit. Þetta er flott hljómsveit. Ok, til að útskýra. Þetta er ekki My Jam bara. Ok, Deadpool er að dansa við lagið Bye 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 í byrjun og ég stendur það, þetta er flottasta opnun sem ég sé á bíómynd ever. Flott lag. Já, og bara flott lag. Þetta sett NSYNC, þeir fóru í 9. sæti á top 50 Billboard allan heim
út af einu lagi í einni bíómynd. Í einni bíómynd. Damn the devil to the hell. Og gleymur að gíska, þessi gæjar sem eru núna allir, þú veist, orðir, þú veist, 65 ára gamlir. Nei, þeir eru ekki verið. Nei, málið það sem þeir ákvæða Nei, þeir eru á samaldri. Þetta age shame and sick, motherfucker. Maður gíska á það sem þeir gerðu, það var einn af trommarinn. Hann hringdi í bandið. Trommarinn? Þetta er hvað mennir? Þetta er niðurlega trommara. Þetta er að boyband, það er enginn á trommum. Ok. Það var einhver sem sendi í group chat sem var 15-20 ára gamalt og sagði bara guys, nú alltaf gangi. Ég var til í fund og Justin Timberlake skauta niður. Nei, það sem að gerast núna að það verður aldrei verið mikil eftirvænting eftir comeback frá NSYNC. En í viðtali sagði okkar besti maður að það myndi ennþá, þeir myndi ekki túra án Timberlake. Það er nokkuð. Má ég segja núna? En núna, það er eftirspurn eftir NSYNC. Já, en núna þarf Justin Timberlake NSYNC, ekki öfugt. Ég er eiginlega sammála út af því að hann er búin að vera Það er búin að vera allt í rugli. Vera sér sinni fjölskyldu og vinni fyrir þessu Já, hvað var hann að gera? Það var bara leiðindi með Britney og Janet Jackson og Nei, hann var að kera fullur. Já, svo var hann að kera fullur. Já, sko málega, hann er bara að vera bara ímislega búin að koma í ljós einhvern veginn. Nú er hann bara reunite. Já, ég er sammála. Er hann piece of shit? Nei, hann er asshole. Hann er klárlega en asshole. Hann er ekki a piece of shit, Steindi. En muniði, sko, þetta hver er munurinn? Það er góð að hlusta F9 blöð. Þú færði þetta undan öllum öðrum því að þessi er í gír. Þessi hópur mætti fyrra. Þessi er ekki edru. Nei, það gera sem ég þarf að record that shit. Ég ætla bara að vera með 2 punkta í dag því að síðasti punkturinn er svo leðilegur. Við skuldum auglýsingar. Egil, þetta er tilbúin. Þessi punktur er fyrir þig. Er þetta Kurt Russell? Egil, hlustaðu. Það er fólk að hlusta okkur í útvarpinu og sem er ekki hérna á tangunum. Ég veit, en ég var að posta á Graham og sér fólki það sem við sjáum. Veistu hvað er að gerast? Technology. Veistu hvað? Þetta er bara fyrir þig. Nicolas Cage vil gera another rock movie. Nei! Wow. Nei, ég segði mér þetta grínast. Hann vil another rock movie. Það er rosalegt. Þetta segja mér að ég sé að fara með Rock 2. Það er pæling, en nú spyr ég, er það skynsamlegt? Ég meina af hverju ekki. Það beitar aldrei orðan. Sástu Dumb and Dumber 2? Viðbjóð. Já, en Dumb and Dumber 1 er sama myndin. En má ég koma svar? Það er ákveðið lágpunktur í aksjómyndum í Hollywoodi. Bara í svona gömlu, allir eru sammála. Gömlu aksjómyndur eru besta. Allir saman. Þessar Marvel myndir eiga að vera aksjón í dag. En þú veist, það er ekki þessi toppar gömlu góðu aksjónmyndir. Hérna, Wolverine, Deadpool myndir. Sjáu líka bara að gerist með Beekeeper hjá Jason Statham sem fór í lóð. Steindi, hætt að rakka með Beekeeper. Við hlustum ekki á hann með þetta. Nei, maður klára rættið þitt. Beekeeper var ekki komið. Nei, hlusta. Það er bara staðfest. Ég er sammála með Commando, Predator, allar þessar myndir. Má ég klára að tala? Beekeeper rakaði inn í the box office og Jason Statham var að framleiða hana og leiki henni. Ég er sammála, ég veit ekki hvað gerist. Má ég klára maður? Já, kláraðu. Hver er ástæðan fyrir því að Beekeeper var svo vinsæl? Ok, betur, ekki bara, má ég segja það hverju? Út af fólk vill 90 mínúna old fashion action. Ég er sammála því. Ég elskar þetta bífekar, ég er að fá þetta sendi. Verðum að fara við skuldum auðlýsingar. En ég er sammála þessu, myndir, sko, 90 mínúna myndir. Það er uppáhaldsmyndir. Það er ástæðan að vera fucking Beekeeper að fucking winner. Mér er alveg saman að myndir. Það stundum að stoppa þessa menn. Við förum í klefa eftir smá stund. Við fáum auðlýsingar og svo er það klefi. Topp tónlistarstöðin. Þetta er FM 957. Það er til að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og Steindi, það var komin tíma á þetta. Við erum mættir inn í klefa. Við erum ekki beinni útsendingununa. Það er 50-dagskvöld og eftir 5 vikna sumafrí eru við drengirnir, já ég myndi segja þetta svona fyrsta vaktin í FM 95 blöð. Þó að þátturinn sé á morgun. Vona, ég heldur ég sé mikið gýr akkurat núna á tanganum. Ég var að hugsa, núna þurfum við að vera í alveg gýr sjálfur. Þetta er klukkan svona 4:30 giska með handrit. Við erum á þriðja drikk. Já,
Ég ætla að segja að við séum örgulega meira á svona 7. Já, ok, er það ekki? Já, klukkan orðið margt og svona. Það er bara að vera heiðarlegir. Já, við erum allavega á 4. Já, en ég held við séum búin að vera í það miklum gýri sem þætti að við þurfum að passa okkur að missa ekki dampin hér. Já, við ætlum ekki að missa dampin og við ætlum að fara í keppni sem að hefur fyllt F95 blöð í mörg ár. Þetta byrjaði held ég að hvort það var ég og Sveppi eða ég og Pétur sem keppnum fyrst í þessu. Gamalt ding-dong liður sem fengur lánaðan og það er keppni að láta skella á sig. Skellta mig heitir þetta. Og við ætlum að hafa þetta núna Eyja Edition. Það verður að hringja eitthvað í Vestmanniðum. Það má vera fyrirtæki, það má vera einstaklingur, það má vera hvað sem er. Sko, ég tapaði það illa síðast. Ég held að þú hefur alltaf tapað fyrir mér í þessu. Já, en þú veist, ég bara síðasta var það mikið feil. Já. Ég heimtaði þetta núna, ég vil bara hlusta til að vita. Ég heimtaði þessa keppni. Þú baðst þetta í dag. Ég vil að þú byrjir. Já, þú vilt meina að það skiptir svo miklu máli. Já, þetta svolítið bara núna, þú veist, þú mátt bara fá öll spilin. Af því að ég veit bara, ég er að fara að taka þetta. Þannig að það hefur verið háð þér að vera alltaf undan. Allt, það hefur háð mér. Það henda mér þessu. Já, ok. Ég ætlaði nú aðeins að hugsa þetta meðan þú var að gera. Jú, ég hendi eitthvað hérna. Og þú ætti að taktu tíma. Já, ég með þetta klást hérna. Þú verður það með ready og jú, ég ætlaði samt, en ekki ég ætlaði að fara að herma eftir liðinu. Lýst það svo líka, ég er búin að gera svo oft. Nei, ég er búin að gera svo oft. Jú, ég kom með þetta. Herri, tilbúin? Já. Ok. Alfreð? Já. Í hver ertu þarna snúðuröðin? Hvað segirðu? Í hver ertu þarna snúðuröðin? Í hver er ég? Já. Hvað mennur? Í hver ertu þarna snúðuröðin? Segðu mér að maður gera það svona réttir helgi. Í hver ertu kallinn? Mennur hvað ég er að gera? Nei, í hver ertu? Segðu mér að hvað er utan að þér? Hvað Þetta var, hvað var þetta? Þetta var djúðlega óþægilega. Hann var bara, hvað er ég að gera núna? Nei, bara einhver ertu þarna snúðurinn. Hvað tími var það? 22. Já, sko, það er ekkert eins og núna, þú mátt ekki að herma eftir mig samt. Það var eina reglan sem ég sagði við ef ég myndi fara undan. Þegar þú heldur þetta að sé, þú veist pottundur af því. Þetta væri bara því ég er alltaf undan. Ég veit, ég skil ekki alltaf þegar ég finn á mér bara svona, ok, nú er mómentið mitt, ég er að fara að vinna. Þá tekur þú eitthvað svona símtal bara. Bara þú heimtar, ég fara undan, en þú mátt ekki að herma. Shit, ég er reyndar. Eða hvað ætlar að herma eftir þessu? Nei, mér fannst þetta bara svo ógeðslega fyndið. Já, ok. Sko, ok, ég gef leyfi á herm. Nei, það er svo hræðilegt að ég hermi. Það verður svo ógeðslega lélegt. En þú ert svo allra að slappast í. Ég lofa ef ég núna ætla að gera bara sama og sína þér í náði að mun klika. En þú ræður, viltu fara í snjómannin sem þú sagðist aldrei alltaf að gera áttur? Ég ætla að spyrja í hver eitthvað snúður er. Ætlar ég að sama? En þú verður þá að vera um ykkur önnur orðið snúður, mátt ekki hafa alveg eins. Já, ætla ég farið þá ekki bara í. Ég hugsi takk ég að bara snjómannin. Það vill enginn fá hann núna á sig maður. Nei, hann vill ekki fá snjómann á sig eigin. Nei, geima bakpoka maður fullan þessu hvíta. Nei, þú mátt ekki alltaf segja það. Já, hann er snjómaðurinn. Já, það er ekki að segja þessu kvíða, segðu bara með ekki opna pókan. Jú, ég segi bara þessi tróðfull taska þessu fína dýra. Jú, ég verð að gera það að ég þarf að ná að skella á mig. Ok, hvað á tíminu sagði? 22, það verður alveg challenge sko. Viltu kalla það á konu? Hvað heldur þú? Hjálpaði mér núna. Ok, ég myndi halda að kona myndi ekki nennan standi svona kjaftaði þegar kemur á þessu. Það myndi að gauð, veist, en nú veit ég ekki. Það gæti alveg eitthvað gauð svarað sem er smá spaði. Já, bara, góttu með þetta. Það kemur svo tösku, já, hvað er bara með það? Við erum á lundanum eitthvað. Nákvæmlega þannig. En við þurfum núna bara að fá, ég þarf, þú veist. Ég held að Anna Dóra sé að fara að skella mjög snemma á þig. Já, ég ætla að taka alvöru snjómann núna. Þú hefur ekki heyrt hann svona. Okay. Hann er búin að vera vakandi í ykkur svona 9-10 daga þessi. Ok, beti, ég reyna að hérna þetta. Þetta er Anna María. Tilbúin. Ég veit ég fæ hausverk sko. Já, þú segist alltaf á hausverk á þessu. Já. Ok, ég set tíman í gang leið og hún svarar. Ok. Halló. Anna, þetta er snjómaðurinn óleiðina. Heldur ég hendi í tösku með þessu fína dýramæður og myndi geima þetta fyrir mig yfir helgi. Gerð það maður, please. Ekki með helgina, ég segi þetta bara strax á morgun. Gerð það maður, please. Anna, leið mér að hendi í tösku með alveg skabli í og ég borgaði tilbaka með vöxtum. Gerð það, ég borgaði fyrir leiguna.
Ég er búin að vaka til 10 daga hérna maður. Ég er bara að bulla eitthvað röglið mér að henda töskunni núna. Gerðu það maður. Ég kemur tösku og ég sækja hann að vera á morgun. Ég lægja það. Allir að þessu löggunum eftir með maður. Alla, gerðu það maður. Löggunum eftir. Ég er að geima þessu tösku þeim og fætt borga með vöxtum. Kottu með töskunni, ég skal drekka sem ég er. Æ, maður, anskotin maður. Anna, þú vilt ekki sjá þessu tösku maður. Þetta er tróðað fyrir tösku þessi fína dýra. Þú vilt ekki vera partur af þessu maður. Þetta er Margaret J. Langrís. Ég borga þér nokkra kúnur fyrir þetta. Anna. Verður bara velkomin. Nei. Please, Anna. Ekki. Þú getur hætt þessu. Anna. Nei, nála mínúti sko. Viltu ekki skella á hann? Verður bara velkomin, elskar mig. Alls ekki maður, þetta er brjálæðingur. Þú voru að skella á hann vann maður. Hann er fullt af einhverju rugli í tösku. Það er eftir með hrann. Hæ? En ángríms maður, ég borga mig bara vöxtum sko. Anna. Já, nóttu bara. Gæst bara upp sko. Ég kom með hausverkin og akkur ég lendi ég það. Þú gefa þér eitthvað rinskjöf. Já, sjáumst Anna. Sjáumst á þjóti. Sjáumst á þjóti. Bæ. Þú ert allra slappast í þessu. Hausverkur út af engu. Sko, það er á svona tímum sem ég vil hafa kameru inn í stúdíónu. Það er ílt allstar. Það er fólk séð það sem ég var að horfa á. Þegar þú sérð að þetta er að deyja, það var svo að fyndin svipurlaður. Átökin eru rín í gangi. Þetta er að ég fatt að þetta var döitt eftir 30 segundur sko. Anskotin sjálfum að ég bara á ekki. Hefur einhvern veginn um þig? Nei, ég skil þetta ekki. Ég meina þetta er eigamærin í hnótskun. Þú veist, ég var að hringja með bakpoka, tróðfullan af fíknefnum og þá maður geiman hjá þér. Já. En sko, hefur þú hugsað þér einhvern tíma kannski að minka svínið og vera meira bara... Þetta er ekki svín. Já, veist, hvað er þetta þá? Ég var að taka svona 30-40 línur í svín. Hann er að fá sér, hvað er þetta að hann var að rína? Hann er að gera svona. Svo fæði hann svona. Ok, en hefur þú hugsað... Já, ég þarf að fara að leika þetta betur. Já, hefur þú hugsað kannski að vera meira bara svona, herðu ekki, má ég koma og henda þetta tösk á því hérna og bara, nei, veistu, vera eðlilegur þegar þú tekur þetta? Þetta er maður sem, þetta er döitt. Þetta var skelltamur Eyja Edition og já, það er sigur á blöð, ekki í fyrsta og væntanlega ekki í síðasta sinni í þessari keppni okkar. En ég hefði gaman að þessu. Já, mér er bara ekki ætlað að vinna þetta. Ég ætla að fá eina keppni viðbútt. Áfært. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það held ég, kæru hlustundur, þeirra hlust á FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá þjóðhátíð og já, ef það var einhvern tíma 3 í gír þá er það nákvæmlega núna. Þetta er, drengir, við erum þetta, ég ætla bara, þú veist svo hlustundur. Ég hef mig grunar að hlustundur í bænum og landallt heyri þetta, en stemningin á tanganum, hún er rosalega, þú veist, ég er bara, við erum eiginlega öskra hérna í mikrofónuna bara til að, hérna. Það er ekkert sem topp á þjóðhátíð og við vorum að ræða þetta, hérna. Ég ætla bara áður fyrir mig í næsta dagsskólið, drengir, þá ætla ég að bara henda okkur spurningu. Við heldum alveg rætt þetta áður, en við höfum rætt margt áður. Hverjir svona, talandum að vera hendi sér nokkrum kvöldum yfir þætti og svo er kvöldið og morgundagurinn og jafnvel sunnudagurinn. Hverjir geta hangið í okkur þegar kemur að því að svona sötra? Það eru ekki. Hér eru menn bara í áfengi. Það eru ekki margir. Það eru ekki margir. Við eigum ekki að vera mántnir af því að geta að vera botlausir tankar. Steinþór. Sko, e-mailið með þetta tankurinn. Já, þú voru 8 á 1, Steinþór. Þú ert ekkert að skammast yfir það að vera fyllibitt. Alls ekki. Það ert að skammast yfir það. Það er ekkert að því. Anskotin, hvað sagður, hverju getur það? Ég get alveg, mitt eftir nú alveg nokkrir í hug. Ok, ég hugsaði strax Erpur. Ég hugsaði það líka. Hann að koma eftir, hann getur hangið okkur. Erpur Eyvindarsson, hann er atvinnu drykkjumaður, sko, hann kann þetta. Sveppi. Sveppi getur þetta, sko. Sveppi tekur okkur alla og pakkar okkur saman, sko. Það er eiginlega, hann á eiginlega ekki að vera í
það sem við erum að tala En eins og bara í kringum mig, menn er ekki séns Kös var með mér á Ítalíu Þetta spratt Hann upp var að því bara eins og lítið barn Já, meðan Sverri auglýsingar- Bergmann, hann á ekki breyk Meðan auglýsingarnar Sverri Bergmann voru- er mest auðmingi sem ég kynnt Já, sko, málið er að með Svessa Ég hann er elska að koma, þetta lífinu. Svessi kemur á eigin á morgun af því að hann er að skemmta, náttúrulega hann er í FNÍ fyrir Blöð sjónu og svo er hann líka á sunnudeginum Svessi, bara svo fólk viti það hvað hann er metnaðarfullur hann drekkur ekki einn bjór Jó, fyrir hann fæ sér einn Max, hann Já. drekkur, hann málið er að Svessi ég veit hann er bestur þegar hann er búin að fá sér Já, þetta er samt sem ekki mistök, hann er langt bestu þegar hann er búið með nokkuð ég veit það, en hann er bara Sammála því En En hann virðist ekki átt að segja á því sjálfur Hann ofugsa hlutina Það eru mörg atriði hérna á þjóðatíð sem fá sér ekki einn bjór fyrir þau eru algjörlega búin. Við náttúrulega þurfum ekki að ágjörða að við erum stemningsmenn, við erum ekki að hlusta enginn á okkur, koma enginn fyrir sönginn sko, þetta er bara stemning. En sko málega sem er Sverri Þú veist, og það, ég þekki Króksara mjög vel Margir minni bestu vinnum í dag eru Króksarar En sko, málega með Swessmouth Hann átti að býta hluti í sig Og eins og þetta Að hérna, ég tala um henni síma bara í fyrradag Og hann tala um að hann ætla ekki að drekka einn bjór fram að svið Ég spurði bara Hvað gerist fyrir röddina á þau Ef þú tekur 2 bjóra með okkur í hádegi og laugadegi Út í sviðinu kvöldið Það útskýrði fyrir mig sem 2 ára Nei, svo mátt ekki heldur vera, veist, ég er endar ok Það má ekki, maður bara virða það ef að menn vil ekki Ég held að þú getur líka að speikla þetta svolítið þannig að segjum að Blöð fengi hérna, hlutverki bíómynd og hann er að fara að leika í kvöld. Ég myndi aldrei fá Þú myndir aldrei fáið 2 í Ekki hálfteginu. séns. Hann er söngvari. Það er rétt. Ég er sammála Steindar. Þannig að hérna, við virðum, auðvitað væri gaman að hafa Svessa með okkur nú. Eina ástæður fyrir því að hann er ekki núna hérna er af því að hann er að forðast okkur. Af því að ef hann væri hérna núna þá væri hann í vesinni. Ég ætla ekki að peppa þetta en ok, má ég ekki velja minna 2? Þetta er ekki 2 á haus en að hverju höndla að drekka með okkur? Já, ég segi Erpur og Sveppi, hvað segir þú? Sko, ég er að hugsa um my circle. Já. Þú veist, hver er svona nánasta hring myndi ég ráða við þetta? Hjörvar Hafliðarsson. Er það? A old fashioned veteran. Er það? Hjöppi? Já, menn hann var hænuhaus. Hann er oftast farin fyrstur og svo. Já, var það. Já. En nú er hann fer á svona 20 leiki í Premier League á sísoni með ponsunni sem er old fashioned fyllibit. Ég sko, Hjöppi, að mínum átti með besta podcast á Íslandi og ég er tím Hjöppi. En hann er núna alltaf, þegar ég er farið með honum að leik, hann tekur dagdrykju og hann er fann að sofa fyrstur. Já, ég meina það gerir, við erum að gera það líka í dag. En máli. Við erum ekki, þú fer ekkert á klubba einhvers staðar í London. En máli. Myndir að fara á diskotek í London einhvers staðar. Já, kannski það, en þá ertu líka bara að taka 2-3 drykki. En þú getur sagt til Hjálpa, það eru lobby klón 11.00 beer, það var bara affirmative. Hann er mættur. Já, hann er stemningsmaður. Og svo er ég með annan, Gylfi Þór Gylfason. Gylfi pakkar okkur öllu saman. Það er alveg sko gamaldags fyllibitta, alveg hann er eldgamla. Það er svo mínu 2 sem ég hann pakkar öllu saman á þessu. Ég var svolítið með Sam og Blöð, ég ætla að segja Erpur og Sveppi þannig. En hefur þau áðurum fyrir mig að tala dónalega, ertu með það tilbúðið? Nei, alls ekki. Nei, en við viljum fyrst að fara í spurningkefni Gilsarans. Og núna? Já, veitu hvað, þú sagðist þetta búin undirbúið sinni hálf 8 í morgun. Ég byrjaði hálf 8, 7, ég byrjaði 7. Já, ég meina, þú veist, þetta er alltaf að taka 8 mínútur, þú ert búin að vera að þessu síðan 7 í morgun. Vanalega fæ ég hérna lag og svo förum við hérna, ok? Hvað meinar þú? Þú sagðir á hann að þú væri búin að undirbúið þetta síðan í morgun. Ég er klár. Ok, förum bara í þetta. Sko, þetta er King of Þjóðatíð. Undanfarn ár hefur þetta verið neck to neck. Ég ætla ekki að break it down eitthvað. Þið hafið verið að skipta og millika sigurum félagarnir. Ok. Það er ekki þannig að Blue er búin að pakka svo saman eða Stonefucker. Ok. 7 spurningar. Erðu, mamma Steinda, okkar besta Sigga, var að senda hann passið upp á talsmátani, þannig að hætta að kalla hann Stonefucker, segði bara Steindór eða Steindi. Hún sendi mig að ég heldur að vera að senda það á svon sinn. Nei, ég heldur að vera að senda þetta svo ég geti sýnt ykkur. Já, þannig að passaði upp á talsmátani. Ok, segi bara Stóni. Byrju, þú er sérna slökk á útarpunni ef við erum að tala dónalega eftir, sko? Já, þá má hún ekki hlusta. Hörðu, sko, Steindur, segðu mömmunni að slökk á útarpunni right now. Ekki núna, þú erum að tala dónalega eftir. Ég hugsa ég bara... Ég alltaf að tala dónalega við Steindur. Mig grunar það var síðast ég heiti.
Já, reynda síðast. En Steindi, það er reyndar alveg merkilegt og ég held að fólk sé bara að halda þetta sér fixt eitthvað sem það er ekki, við ljúum ekki hlustundum. Við erum með vitt. Þú ert rosalega oft on the receiving end. Það var fólk hérna kringum okkur sem horfði á okkur draga. Þú helst á miðunum. Nei, nú erum við með live crowd. Já, sem sá þetta. Þannig að fólk hætti ekki sagt að það var fixt. Nei, þetta er ekkert, en fyrir, málega, ég er óhættasti gæinn í þessu fucking teimi. Ég hlýt að vera óhefnari. Það er best að þurfa að tala dónulega. Alls ekki á lendar á móti honum. Það er staðfest. Steinþór, það er best að þurfa að tala dónulega. Já, ekki, nei. Þú hefur ekki lendar móti sjálfu. Þú hefur ekki lendar móti sjálfu. Þegar ég hugsa út það, hefur þú þurft að tala dónulega? Já, ég hef þurft að gera. Hann kann það ekki. Kann það ekki, hvað mennum? Hann skilur þetta ekki, hann skilur ekki koncept. Hann skilur ekki koncept. Nú er ég að fá því svo okkar besti maður í basketball sko. Ég fæ illt í heila núna. Hvað er hann að segja ég kunni ekki? Nei, hann bara fattar ekki hvað er að tala dónalega, skilur. Hann bara skilur ekki. Það er að sleppa því að kalla manneskuna rusl og ógeð og svín. Það er ágætt spyrjun, ég get lofað því. Ok, slepptu því eftir. Herðan, börjum við spurninginu. Ok. King of þjóðatíð. Ég er alveg til að vinna það. Hefur þú ælt í Herjólfi? Nei. Aldrei. In the history of Herjólfur. Og ég er með gamla Herjólf líka inn í allt þetta. Er það grínast þetta? Ég veit að sjómenn sem er að hlusta núna þeir vera ánæði með June. June verður ekki sjóið. Nei, máli, ég sá þetta Steinda á hann. Hann má eiga það. Hann er ekki auðmikið. Ekki með þetta að gera. Vá, þegar hann gæti tekið 20 mínúna bát hérna yfir. Nei, máli, verði okkar mann. Margi fóru út að fá sér festlöft. Ég fyrir mig festlöft. Hörðu, hverju voru inni með a couple of beers? Gilsi og Stone. Þvílík hetja. Já, sko, ég reynda að fór í úti, ég tók eitt útlandavindil á þinn farið. Er þú komin í útlandavindil? Já, ég er í útlandavindil. Ertu í vindbánu nú? Við erum á eyju. Já, á Íslandi. Já, en þetta er svona Vestmanna eyjar, þetta er... Ok, spurðu eitthvað sem býr hérna, byttum að sína vegabröðið sitt, hann er Íslandingu, sko. Já, en máli er ég átti rest af útlandavindlum og ég klára alltaf pakkana í útlandavindlum. Ok. Ég er í þeim. En manstu þegar Sigrún Sikatjú heima í okkur og sagði, herri, má ég sjá hans pakka en það stóð reyking að drepa. Það var ekki útlandavindil. Þessa skrítin, ok, nei, ég hoppi þessa penna. Fyrsta skrítin? Nei, ég bara... Nei, það var æli í Herjóli, skoðum við næst. Hei, hvað er að gerast? Ég held við græðunar. Já, þurrkum við það. Þetta er alvöru vesen. Þurrkum við það. Ekki koma við neitt. Ég skal, einn í einu. Hann heldi yfir. Já, einn í einu. Mixer. Ekki, ég lofa þér. Við getum dottið út. Nei. Ef þjóðin er að hlusta. Byrjum bara, ok, fyrsta spurning er skrítin hjá þér. Nei, næst er aðeinsleg. Sko, við erum ennþá inni eða ekki? Já. Það er að gerast þetta. Málega, Rikki G og Plötur, þú eru fann í frís. Þetta er vasselt græja, maður. Svona, þetta er hút með klút sem tekur ekkert í. Þegar þú sást að það var vindur, samkvæmt veðurspá, var þér sama því að þú ert sköllóttur? Þetta er svolítið... Hvað sagðir þau? Þú sagðist ekki alltaf að hoppa yfir skrítnismjög. Nei. Var mér sama því að sköllóttur? Nei, hlustaði bara, komalega. Menn verða, þegar ég er með svona spurningarnir sem undirbúið 8 klukkutíma, listen. Já, ég var að hlusta. Þegar þú sást að það var vindur, samkvæmt veðurspá, sagði ég sprá. Ég meinti spá. Var þér sama því þú ert sköllóttur? Ég held að þessi spyrjandinn er að meina að greiðslan er ekkert að ykkur vesen er að vindur. Ég er að fatta þetta núna, þannig að mér á að vera saman þá sé vindur af því ég er ekki að greiða mig. Yes. Já, ok, takk. Ég þurfti smá tíma til að fatta þetta. Ég ætla bara að lesa þetta, ég sé mér ekki, ég lesa þetta. Þú komir að lesa þetta bara, þú samtir þetta. Steinþór. Þú getur ekki sagt að þú hafi fengið þetta að segja. Þú varst að segja á það og semmi þetta síðan 7 í morgun. Sko, þegar ég var á leiðin yfir eiguna, þá var mér orðið nokk sama hvernig veðrið yrði. Af því að maður er bara, you're committed. Sko, Steindi, nú þarf þú aðeins að hísja uppi. Ég er ekki að það. 2-1. Hæ? Hvernig getur 2-1? Þetta var fyrsta spurning. Já, hefur þú ælt í Herjólf? Já, sorry, en þetta var... Akkur fæ ég ekki punkt? Að þú ert ekki sköllóttur?
Hann var ekki að spyrja því. Jó, hann sagði, ertu sköllóttur? Nei, Steindi, þú er ekki að fara í vörð, sko. Ég held að hann sagt að það er sama. Alltaf algjörður að fara í vörð. Nei, það er 2-1. Steindi, fara ekki að grenja. Langaði svona rosalega. Vissir þú? Ég held að hann sagt bara að það er sama þótt að blása. Emil, ég fíla það competitive spirit. Ég veit það. Hann vill ekki tapa. Hann er reyð. Það vil ekki allir vera kongar til þetta veginn. Þú ert inn í þessu. Vissir þú að Lundi lítur út eins og a tiny little penguin? Já, þegar þú segir að það er bara hárið til. Já, ég vissi það. Sjöfend er þetta steikt spurning. Þetta fór 8 tímar í þetta. Punktur á The Stone Man. Byrjaði á þessu 7 í fyrra, bara í morgun. Þetta er svo mikið þvæla. En veitu hvað er þá? Það er 3-1. 3-2. Nei, 3-2. Það ekki? Hörðu, byrju fyrir ekki. Er ykkur MR-gómur að benda Loga Bergmann okkur í stigarkjöfum þetta? Má ég sjá það? Ég bara heyri svo illastrákur. Það er allt í látum. Hættu að segja hvað staðan er. Þú svaraði the goddamn question. Motherfucker. Thank you. Hefur verið það mökkaður í brekkunni og týndir lyklunum að gistu heimilinu og varst hér vinum, fjölskyldu og vinum fölandi skamma? Nei. Og þú mátt líka bæta inn í þetta og kendir gisti heimilinu þetta í 4 ár. Ég gerði það. Og varst reiður út í gisti heimilinu. Ég gerði það ennþá. Málega. Þetta er nei á mig. Ég gerði það ennþá. Málega strákar. Sko strákar, þið verða áttugur á því. Hafið þið ykkur tíman klárað litla sviðið á þjóðatíð og við erum að tala um að klukkan er 5:30. Ég er bara aldrei týnt lyklum. Þú vorst að labba heim með frúnni 5:30, allir áttu þreyttir, sérð rúmið í hillingum, engin lykill. Ég fekk old school lestur þarna og ég náði ekki neitt. En hverjum var þetta að kenna? Ef þú bara ert alveg hreinskilin Steindi og stáð þjóðatíð, var þetta ekki þér að kenna týna lyklunum? Þú varst að gisti þeim, þú varst ekki á hóteli. Þetta var mér að kenna týna lyklunum, en þá alltaf að vera einhver manneska bakátt á þjóðatíð og gisti þeim. Alltaf ekki samvikið það. Hann fær punkt á það Steindi. Ok, en að það kveiknaði í herbygginu, áttu ég þá að geta hringt í einhvern veginn? Já, það er 4-2 fyrir, Steindi, you need a Nei, ég var að fá punkt. Hann var að fá punkt, það er 3-3 Nei, það er vantilega 2-2. Þú fær punkt, þú er aldrei týnt einhver lykli og það. Ég er king. Ég gefa honum punkt fyrir að týna lykli. Hvernig er stafan í þessu? 4-2 fyrir blöð. En nú er dauð að fara yfir þig, Steinn Þór. Hefur farið á hlið í tjaldi. Nei, nú sko ég er búinn að svara nei. Ef allt er eðlilegt á 4-3. Nei, ef allt er eðlilegt á 4-3. Ég er bara að skrá 4-3. Ég veit þú bara að skrá það, það er bara ekki eðlilegt. Já, þú veist, jú, þetta er eðlilegt, það er bara eðlilegt að gera það, en ég er að segja nei. Ég var að gefa þér punkt. Já, ég bara hef ekki gert það. En það er uppáls. Það grínast. Er Nei. þetta ekki uppáls það? Steinn Þór, ég var að gefa þér a goddamn point. Ég veit það. Right over there. Sko, þið verið áttungur á því, drengir. Ég veit að þið hafið voða gaman að þessu. Ég hef ekkert gaman að þessu. Ég hef lent í því að það eru kallmenn sem hafa labbað upp á mér í miklum trúnaði, sagt um mig. Ég skilði bara vel maður, þetta er bara líka mín uppáhalds og ég þarf að hlusta á þetta og bara standa með minni stellingu og bara heiðarlegi menn að segja bara já, láta það ekki vallt yfir þið maður, þetta er best maður og ég bara já, akkurat og bara kekja og bara, ég fæ þetta bara beint í æði sko og svo, þetta er best maður ég fæ ekki bara einhverja sprellara, ég fæ bara alveg fólk sem er að tala um þetta. En okkur hefur aldrei gæst, nú er ég ekki reyna öru fyrir. Aldrei gæst í tjaldi? Nei, ekki aldrei upp. Sko, Steindi, þá er ekki stig. Ég ætlaði bara næs, ég ætlaði að gefa hennu punkt. Já, þá bara 4-2 þá. Heldur að fá þér högt húa þessa þjóðatíðina? Akkur lærum maður aðeins. Jálfur, mér líður svo illa á læg. Þetta högt húa grínu líka, þú veist. Það er ekki orðið gammalt. Það var orðið gammalt, þú veist. 2 dögum eftir viðtalið, sko. Hvað það að mæta eftir sumafrí. Hann mæta feskum. Hann samtið öruglega ángríns bara, þú veist, í sólbaði á Alicante. Bara, heyrðu, djöfulli þessi góð maður. Þetta er bara point for grabs. En þið haldið að þetta getur potentially dottið. Ekki meira það. Ekki séns. Nei. Hvað meinar? Ég er bara að segja satt. Ég er kona og barn. Já. Hefur þið fengið vindil á þessari þjóðhátíð? Já. Don't call it a comeback! Thank you! Það er 4-3. Yes! Hörðu, þarna kom sér tilbaka stóðum. Takk hérlega. Ein eftir. Já. Ein eftir. Ég er örugum með sigur. Nei, örugum með stig. Hörðu, þetta er this shit goes straight down to the wire. Ok. Hefur þú
farið á bak í hvítu tjöldunum eins og Kristi Pálsson, Sölumára kynnisvíkli sporthúsinu. Nei. Akkur gast ekki komið eitt með eina eðlilega í lokinu og left mér að vera með inn í Þetta sigur á mig. Fara eins og hefur einhvern tíma Hvað fengið í lunda? Steindi, hefur fengið í lunda? Nei, hoppa í sjóin eða hoppa í tjötnin. Þetta er 4-3 sigur kongurinn. Steindi, eins og blöð repeatedly að pakka alltaf saman í eins og glöggir hlustendur hafa tekið eftir með sköllótt, held ekki að svona sköllóttum spurningu sem ég áður. Þú fyrst vindilinn. Og hlið eins og glöggir hlustendur hafa tekið eftir og spiluðu bara lög sem að verða tekin á sviðinu annað kvöld í Herjólfsdal og við ætlum að setja núna á lag sem held ég eina lagið sem hefur fengið jarðskjálfta sem mælst á jarðskjálftamælum og það er Ég fer á þjóti. Það væri gaman að ná aftur að láta mælinn hristast. Það gerist. Heimtu það á morgun. Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957. Það held ég þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það styttist í spjall hér við tvær alvöru rockstjörnur. Rockstjörnur Íslands eins og bara heimildamyndin hét. Ég held að það verði ekkert miklu stærri rockstjörnur í Íslandi. Bent og Erpur er að fara þetta inn eftir smástund en þess vegna er ég að spara að klára áður en þeir komið í spjall að því að við vorum bennur þetta. Þetta var á mikið byggð þetta hérna áður en fórum í útsendingu. Það var að tala dónulega. Við dróum í byrjun þáttar og við vorum með fullt af vitnum. Egill, þú ætlar að tala dónulega við Steinda, búið að draga, ef við ekki bara klára það. Þetta er einn óþægilegasti leiður. Ég var að vona og nú er Erpur mættur og King Band að þú myndir segja að við höfum ekki tími í þetta. Nei, að við höfum tími í þetta. Já, ég veit að því að það var beðið þetta, við skulum klára þetta og svo förum við í spjall. Ok, fuck it. Ertu búin að, þú hafði reynda lítinn tíma, þú búin að hafa 50 mínútur. Já, samt, þú búin að hafa klukkutíma. Já, það tekur spurningkefna, sko, hann byrja 7 á mótnana að vinna í henni, þannig að ég veit ekki alveg hvað kom út úr. Vanalega sem ég my material í 7-12 tíma. Ég fekk 50 mínútur. En sko, herru, ég ætla að búa til the scenario. Er þið tilbúinir? Við erum í Herjólfsdal og við erum bara 2 félagar sem ákveða að koma saman hingað og eru í tjaldi. Ok, við erum í tjaldi. En málega þessi gerir svo erfitt. Það er sakki að setja ykkur tónlist á undir eða svolítið. Nei, það þarf ekkert. Það er svo mikill kliður að segja sér erfitt. Vanalega ég verið með hérna, ég hef verið með tónlist skjum tíðina. Allar fólkið, ok, sko, Steindi hvað sem skilur ekki dæmið, skilur, það setur ekki máli. Ég held að þú sett svo eini sem skilur það ekki. Nei, þú skilur það ekki. Steindi vill meina að þú skilur ekki dæmið, þú vill meina að hann skilur ekki dæmið. Nei, menn það er að tala dónulega Stoneman. Ok, byrjum með það bara. Ég er með 1, 2, 3, 4, 5, 6 sexy setningar. Sexy til að gera það ykkur aðra. Ég ætla bara að biðja að gera mig greiðan. Kötta þetta bara niður í 30. Nei, það eru 6? Já. En Steindi, nennir þú að gera mig að gera? Nennir þú að setja þið smá stellingar og gefa þessu sens? Ég er alveg til það. Er það smá real talk frá gæðum sem flög private á menn ég og þú fórum í the goddamn boat. Ég hef smá áhyggjur aðeins hvort það var en góði meðeflu. Hvað, því ég flög til eiga? Sko, Steindi has a point. En ég menna blöð, sko, við erum ekki blöð. Það er full vél alla daga. Við vorum að drekka síðabjóra í bátnum og báturinn lét illa og við höfum gaman að því og við erum stemningsbúin. Ástæðan fyrir ég var ekki í þessum bíl og þessum bátir því að þú og dóttin og konaðinn hver nennir að fara bara í kortinu niður? Þú vilt við í 2-3 tíma á leiðin niður, það er einnig til að fara. Nú ætlum við að tala dónlega. Ok, þið eru inn í tjaldi, það er Herjólfsdalur. Erum við 2 inn í tjaldi? Já, ég ætla að loka augunum. Þið eru í tjaldi Herjólfsdal. Kúlu tjaldi það? Já, þetta er kúlu tjaldi. Það er kósið yfir í tjaldi. Ég sé það fyrir mér, þið eru á vindsæng og þetta er rautt tjald. Ok. Elskar ekki saltstangir? Þetta er stöng fyrir því, Chubby. Góð byrjun. Já, sko mér finnst hún ekki allslæm. Nei. Og þú veist, þetta er bara ég elskar saltstangir. Ég ætla bara að vera Hann hefði mátt steppa kannski Chubby. Já, sagður það líka. Akkur sagður það? Þú hefði ekki að sleppt í. Ég sagði það ekki, ég sagði hér er stöng fyrir þig. Svo sagði ég ekkert eftir það. Já, það er svo sem alltaf. Næsta setning. Þú ert ekki að benda þetta til líka núna en ógiðið.
Ég veit svo hvert þetta er að fara og ég ætla bara að segja eitthvað stráka núna. Ég nenni sig. Ég nenni ekki. Hverju nenni þú? Situr og gerir ekki neitt. Það vinnar á mér. Og ég er að taka þetta. Þannig hann vitni og sett baðvörður. Já, ég veit það alveg. En af hverju... Ég ætla bara að hjálpa hann. Ég get lofað ykkur strákar. Með svona dæmi. Fólk er ekki að segja ógeð og svín og... Hvað er það að segja þá? Við höfum farið svo dónalega, Stólmenn. Við höfum farið svo oft yfir þetta. Já, ég ætla að spyrja drengin hérna. Hefur þetta talk dirty? Já, það er svolítið ekki svona. Ég ætla að spyrja strákar hérna. Ok, erum að klára maður material. Ok, hvað er með næst? Ok, til hvað sérstu með þetta yfir og skegg og allar ekki að nota það klán? Jésús. Hvað? Ég veit ekki Þetta var óþægilegt. Nei, hvert fer þetta hafa? Hvar á ég að nota það líka? Já, ég skil þetta ekki alveg. Ég skil ekki, hvar á ég að nota skeggið? Já, sko, ég ætla ekki að vera leiðilegur, en það virðist vera frekar vinsælt í sérstaklega Þýskalandi að kallmenn eru með yfirvaraskegg í samlíf. Já, ok. Sérstaklega í sko forleik. Ok. Er ég eini sem veit það? Já. Ok. Steindi, þá var þetta ekki gróft. Nei, það er náttúrulega. Steindi, þú skilur ekki en að dagskólið. Já, ok, þá var þetta ekki gróft. Ég er bara eiginlega skilur ekki. Ok, halda áfram. Maður halda áfram í með 3 setningar eftir. Opnaði munnin, carb boy. Þetta er fyrsta prótinni til 5 mánuði. Varst að kalla mig Carb boy. Herðu, næsta. Hvað er það með næst? Það eru 2 réttir. Hvað er þetta? Ok, ég er bara 2 réttir. Þetta er sérstakt. Þetta er sérstakt útvar. Segðu ekki alltaf til í allt. Þetta er ekki til í allt af ruslið. Á hverju ruslið? Hitt hafði bara gengið. Það var að gefa alltaf sem þið til í allt. Hefurðu sagt? Þú skilur ekki, hefurðu sagt bara? Ég er að vinna með material sem er current. Já, hefurðu sagt það bara, ertu ekki bara til í allt? Eitthvað svona? Ég endaði bara smekklegu ruslið. Ég verð ekki dónalög. Nei, ok. Nei, þú sagði já, þú sagði ruslið einn eftir maður klára með material. Já, segast það. Aftur komið til Vestmannaða, Keiko. Farð aftur í búrið þitt. Já. Þessi var þryggjastega. Þessi var alveg. Við erum að hætta þessu lið. Mitt faglega maður, þessi lið eru búið. Okkur ég alltaf dreig. Það var ekki að sagja. Án gríns. Nei, herru, þú stóðst þig vel. Steindi, þú stóðst þig vel. Ég gerði ekki neitt. Já, you were on the receiving end. Já. Veitu hvað er verið að syngja? Það var ekki. Sko, hérna eru álur stemmibetturinn inni. Þetta er fyrirmyndar, sko. Það er heilt svona háa þarna. Ég hef aldrei heilt svona háa þarna. Ég er að fýla þetta. Það er alltaf sjóð upp úr tanganum. Alltaf sjóð upp úr. Þeir eru mættir hérna, Erpur Eyvindarsson, Ágúst Bent og þeir eru að fara á stóra sviði kvöld, XXX Rottweiler. Það má ekki fara fram með neinum, þeir eru að koma í spjall og ætlum að henda þeim í dagskránu. Já, við ætlum að fá 1 lag á undan og svo förum við þetta. Topp tónlistarstöðin FM 957. Það held ég þeir að hlusta hérna á FM 957 á FM 957 og eins og það heyri þá er Rottweiler komið í gangan undir því að þeir eru mættir hérna Erpur Eyvindarsson og Ágúst Bent. Verið velkomnir drengir. Já, sæll og blessaður veitir ble 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 ble. Sæll Auðun Blöndal. Nú tók Bent sko þessa kynning í fyrra, þá tók ég hérna kottum maðurbleysa, fríbeysar, meysar og teysar og já, sagður það? Já, þú tókst huggulega hérna, já, sæll ég heiti Ágúst Bent. Þú finnst þú munið það bara? Já, það var að hlusta á þetta í gær sko. Já, ok. Já, ég hlusta mjög reglum á hana. Herðu, djöðl er gaman að vera komin til ykkar hérna. Já, bara geggja að fá okkur. Og fínir íma. Þetta er bara, herru, hérna kemur opin reikningur maður. Þetta kemur opni reikningurinn. En sko, fyrsta sem ég verið að spyrja það, því við vorum að ræða þetta á hann að Sveppi Krull sem eru aldrei þunnur, Erpur, hann mætti víst þunnur hérna á eiguna því að hann var á... Eftir að hitti þig og Ólasöku. Þið voru í Færeyjum saman. Hvað hérna, ákveður ert þú svona feskur en Sveppi ekki? Já, þegar strákutum ætti þetta Færeyja þá var þetta Fær sér eyjar. Fær sér eyjar. Fær sér eyjar. Sko, þetta er nú svolítið einfalt, sko, þegar menn glussa með gammeldansk, sérst með mér.
byrjuðum, það var svona 2 sæti á milli og þú veist, og hann var alltaf svona að horfa á mig hvort að ég var að tjekka og svo var hann að panta bara svona geðveikt bara flöskuborð og þú veist, bara svona bara hann er alltaf úr Fellunum, hann er úr kjallari, hann er eina fágæðin sem ég þekki sem er úr kjallari íbúð í Fellunum, eða meira svona hjólageymsla og hérna meistari og hann glussaði, hann stóð sér svo hetja en hann brottför nú Færeyjum og hún var flottaleg. Hvað meður Egill getur staðfest það? Nei, sko, þeir voru í Airbnb og þú veist, sko, hann lappaði bara út hann lappaði bara á flugvöllin hann kveikti í húsinu og bara öllu dótinu sínu og bara helmingurinn af fólki sem var með í ferðinni bara þau bara brunn inni það var bara svona virkilega kveikti sveppi í húsinu. En Egill, þið voru saman í Locarno herbyggisfélagarnir og hann var alltaf töð í þér, hann er aldrei þunnur. Nei, máli er að ég vekil á hverjum degi þegar ég lestur frá Mushroom sem að sagði bara mig að það verður ekki þunnur, það verður ekki þunnur og ég vakti alla móta bara þessi maður, þetta er bara eitthvað öbermenns, byrju, hvernig verður ekki þunnur? Það sagði bara mig, ég verður bara ekki þunnur. Og ég var bara, þessi gæi er fucking vélmenn. Sko Sveppi verður þunnur eins og allir, en það sem Sveppi má eiga, hann vaknar eftir sko 3 mínútur, hann er bara komin í föt og hann er bara, við erum að fara út, bara hann fer út, sko. Ég meina, segðu bara sem að ég svariði bara, hann vaknar og heldur áfram að glussa og það er leiðin hans. Já, náttúrulega þegar menn vakna fyrst eftir fyllir þeir eru náttúrulega bara ennþá fullir og þá náttúrulega er hægt að nota þá orku til að fara út í daginn og jafnvel byrja á að tengja eins og þið gerir en þá er voðum ískalla minnir og að þið vitið að þá er þið bara hann er tengingar kongur Íslands þegar menn eru byrjaður að flýja til Færeyja til að geta drukkið almennilega þá er hann vitið sálfur þetta vandamál sko, þetta er eitthvað hemmigunni Pattaya þetta er hemmigunni Pattaya, ég og Sverrir þegar við hittum saman, við horfum með okkur örm og svona bara við hefum við sama vandamál að stríða og við ætlum að njóta þess saman í Færeyjum. En ein spurning Erpur, ég er bara forvitin hver er munurinn á íslensku fyllibyttun og færeysku fyllibyttun? Færeyska fyllibyttan, hún er bara mjög svipin hún er í þjóðbúning og hún er að naga sko dóttari sem að mér finnst fyndið að geta, þú veist, skerpukjöt og svona kasúldið þínir í sko og þeir eru mjög svipað, til dæmis þeir eru svona alveg bara eins og almennir íslendingar við erum næs eða svona þeir eru miklu meira næs en það þýðir ekki að þeir séu einhverjum pulsuhundar til dæmis ég og Sverrir Ég færi einhverjum miklu meira næs heldur en íslendingum Hann er meira svona eins og fyrir vestan eða eitthvað svona þú veist það er svona gesturistun og svona en á sama tíma við vorum gett fyndið að eiga svona að vera með blöður svona dýrablöður mér og Sverrir og við ákvæmum vera með hann allt kvöld hún er veðmann sá sem myndi fyrst taka sér blöðurina og við vorum tilbúin að fara á svið bara á þjóðatíð með blöðurina og stunda kynlíf bara með konunum okkar með blöðurina bað okkur með blöðurina Hvaða blöður? Þetta var svona risa svona ég kefti svona gasblöður einn svona með svona partus sniði ykkur og hann var með eitthvað nasitning eða eitthvað djöflin en síðan náttúrulega þegar við vorum náttúrulega bara á aðalháttíðin Ólafsvöku aðtöfninni þar sem menn voru að syngja þjóðsöngin og það voru bara svona síga blöðurina þannig að einhverju færingar voru komin með einhver partuskeppur og sebrahesti þá fekk færingurinn nóg en gerði ekkert vesinn, hann bara stakk á blöðurinn og allt var bara ekkert allt búið að sprengja blöðurinn okkar hann sprakk fyrst þannig að það ekki sé vann ég En sko, XXX fyrir kvöld, klukkan hvað á stóru sviðinu? Við erum bara leið og góða veðri byrjar og þotnar í dalnum sem að menn að tala eitt eftir brennu og verður glæslegt sjó og bara uppbyttur náttúrulega fyrir ævintýrið okkar á Akureyri 30. Við vorum með tróðfulla höll daginn tróðfulla höll, bílustemmi Við vorum erlendis að ég var ekkert eðlilega full að missa þessum maður Nei, ég meina þetta var við þurfum ekki svona bara að ræða þetta var bara veikt Já, maður sá vídeóin frá sig Ég langar að spyrja ykkur, ég ætlaði líka að ræða þetta betur því við ætlum ekki að auka þátt í blökastinu þannig að áskrifendur vita því ég ætla að fá Erp og Bent saman í auka þátt Er þetta skemmtilegt að gigga ykkur á ferðinu?
Já, veist að ég verði ekki að ég elska ekkert alltaf að koma fram. Sumir margir í þessum bransa eru athygli sjúkir og bara dyrka þetta, svo MC Gauti lýsir þessu eins og fór hrós frá mömmu sinni að standa þarna uppi þegar fólk eru að klappa fyrir sér. Ég oftast hefur mér ekki finnst það. Það voru 5.500 mömmur þarna á Rósakus. Það voru 5.500 mömmur og þarna upplýði þetta bara holy shit, þetta er bara voru að thrill. Og þetta, veist, setti svolítið raketur rassinu á manni upp og bara fara að gera meiri tónlist og fara bara svolítið all in í að vera rappari og gera músík og vera listamaður í þessum bransa. Sem að spurning sem það með, að koma eitthvað nýtt frá Róttaleg núna? Já, við erum náttúrulega búin að vera í stúdíói en náttúrulega, þú veist, ég náttúrulega á milljón að gigga solo og Bent að gera bara milljón hluti í TV og Lulli að gera svona líka alla sjónvarpsþætti sem að gera á Íslandi. Þannig að þú veist, þetta er svolítið erfitt. Það er þetta að hópna saman. Og Lulli á 3 börn og smáhund og þú veist þannig að þetta er, ég verða að veika, þetta er ekki hlaupið þessu en við erum alveg. Það er þetta ekki bara gamla góða vinnuferðin, er þetta ekki bara bústaður í viku og bara stúdíu og sett upp og það fer enginn út sko. Ég hlust ekki á þetta. Menn finna sér tíma til að búa til alvöru lag fyrir Róttaleg eða blötu. Það er músíkvæntalega, ég get alveg lofað því að það er eitthvað væntalega. Hvað eru lengi í kvöld á sviði? Þetta er ekki svo alvöru sjó. Nei, þetta er náttúrulega svona best of en þetta er bara svona hálftími 40 mínútur sko. Ok, ég ætla að spyrja ykkur núna því áður ég ætla að henda ykkur í hvor ykkar eins og ég gerði fyrra. Áður ég fyrir það, hvað er besta XXX Róttaleg lagið? Ég ætla að byrja á þér, Erpur. Hvað finnst þið besta lagið ykkar að þú bara alveg hreinskilum? Ég held að það sé Þér er ekki boðið sko. Þér er ekki boðið? Já, klassík. Nei, mér finnst þér ekki boðið ekki svo kallat. Mér finnst það að vera negla. Já, sko, negla, sko, nú vill náttúrulega Bent svona minna, tala meira inn í yngra fólk. En svona, og ég hefði alveg getað sagt negla. Ég hefði raun og getað sagt hvert einasta Róttaleg sem hefur verið gefið út. En það er mjög gaman að séu ekki sammála, sko. Það er mjög þreytar að mennur spurður eru alltaf sammála allt, sko. Við erum aldrei sammála. Eins og í fyrra, við vorum ekki sammála neitt. Ok, eins og tónleikunum. Segjum það þetta enda á síðasta lagi. Hvað var síðasta lagið á tónleikunum ykkar í höllinu til dæmis? Þér er ekki boðið. Þér er ekki boðið. Já. Var rifist það? Nei, við erum búin að geta svo lengi. Bent er bara með stæla, sko, bara því að Steindi, hann er tölvöld yngri við, þekkir ekkert tónlist sem var gerð í 2010, þannig að hann var bara svona horfði í augun og hann þegar hann sagði þetta, sko. Manstu þú pikkaði mig upp á Hringtorginu í Mosó? Já, ástu 14, sko. Erpur alltaf ól mig upp, sko. Það erstu 14 ára? Já, 15. Ég veit ekki, já. Við náttúrulega, já, ég hef alltaf sagt að Erpur er svona, hann er pappi nr. 2. Pappi nr. 2. Já, en ég, sko, hinn pappin, hann er ekkert siðri, sko. Nei, senior, hann er mista. Ekki rakka hann niður og minnið það, sko. Aldrei, sko. Þið deili bara fórræðinu. Já. En áður við sleppum ykkur þá ætla ég að henda ykkur í hvor ykkar, drengir. Tilbúinir? Já. Hvor ykkar, og þið verða að vera hreinskilnir, en þið þurfum ekki að vera sammála. Nei. Hvor ykkar er erfiðari? Það er Erpur Eyvindarsson. Þetta var snegsta Hann hugsaði sig upp með það sekund. Það var kannski bara aftur að tala um nýja Bent og gamla Bent. Ég verður ekki að vera mjög erfiður í gamla Bent. Sko, höfum eitt á hreinu að gamli Bent, þú getur nefnt svona bara lagurinn, landsliði í erfiðustu, tannleysustu apaköttin, skrýðandi þú veist bara á Austurvöll á sunnudegi. Það er gamli Bent. Nýja Bent, ég held ég alveg Bent vil bara já eða nei svör, sko. En ég sverða, ég held að sko, Bent er núna svona bara svipað, hann er bara æðislu. En þannig að þú ert erfiðar í dag? Ég meina ég verða, ég er það ekki núna, en treystum mér í nótt og sér mér í nótt. Það voru erfiðari? Já, halleluja, alhamdulillah, ég verð bamboleo. Ok, þannig að gamli Bent, ok, ég ætla að spyrja þig Bent, og nú máttu ekki tala Erpur. Nei. Gamli Bent eða Erpur, hvor var erfiðari? Já, auðvitað var Erpur erfiðari, en það er öðruvísi. Erpur erfiðari áhverjum svona vingjallan hátt. Það er hvað hann er kurteis og góðu við einhverja randoms sem að gera hann svolítið erfiða fyrir þá sem er reyna að hanga með hann. eins og þið þekkja hann svo sjálfur að lappa niður Laugaveginn, það er margir áttu vilja spjalla og svona. Stindi líka það. Og hérna, ef maður fara með hann eitthvað, það er alveg, þú kemst bara svona 2 skref og svo þurftu bara
heyra hann útskýra einhvern veginn Ísrael-Palestínu erjurnar bara fyrir þessum blindfullum random náungar. En þetta er alveg rétt hjá honum. Þannig er ég erfið. Þú hefur áhuga á fólki. Og ég hef gaman af fólki og stundir þér til mig eins og ég hef mikinn áhuga á fólki. Eins og Glissi, hann hatar fólk. Nei. Og Auðun er búin að læra meira og meira að elska fólk. Já, sko, af okkur þreim var ég örglega erfiðastur. Alveg potið. Já, en þú ert alveg miklu betri. Já, en næsta spurning, strákarnir vildu meina þetta væri allt og létt, þannig að það er pressað þér, Erpur, hvort þú sétt sammála. Við vorum ákveða þessar spurningar saman aðan. Hvor eitthvað myndi vinna í slag? Já, ég skal nú bara vera mjög reynskilinn. Er það þannig? Þú varst, ég ætla að standa áður og svara. Þú varst náttúrulega í stífum æfingabúðum. Ég sá þig bara vera í Muay Thai í fyrradag, sko. Já, nei, sko, ég hef alveg æft Muay Thai. En sjáðu, Bent hefur æft Muay Thai í svona æfingastúdíói og síðan á bensinstöðunni bara hérna í Grafarvoginum. Þar sem að voru alls konar, sko, gamli Bent. Við skum alveg á hreinu að hlutir sem að, sko, eins og bara þetta er að gerber. Ok, ég var kannski ekki að vera að tala Við erum ekki að segja slæspólusur, en ég er kraftakall. Ok, ég ætla að spyrja þig, Bent, hann á ekki breykið þig. Nei, en það sem Bent er að pumpa upp 180 kg Bent er mjög sterkur, mjög hraustur og líka hann náttúrulega hefur æft on pitch og off pitch bara slagsmál síðan að við kynntumst 16 ára gammal. Ok, ég verð að spyrja ykkur samt áður yfir næstu spurning. Gott að fá Bentin í the bodybuilding world. Það var step signing fyrir mig og mína menn. Helviti gott að fá hann inn. Já, sko, hún finnst það ekki gott, sko, því hann var ekki breyk step signing fyrir mig og mína menn. Ég elska Bent, sko. Ég er ánað með að vera neitt af Gils og félögum. Gils, Gemil, Gústi, við erum saman í þessu. En Bent er svo svakalega, sko, svona vel hannaður vöðvalega sér. Hann er aldrei litið betur út. Ef hann myndi fara í svona einhverja pungskilu og löðra sig í svona bumbuolíu eða svona sem er sett á konur áður en að fara í sónar eða eitthvað, þá væri hann sko að fara að geta hann keft, sko, ekki það að við viljum að það gerist, Ágúst Bent. Það finnst eiginlega að rannsaka DNA Bent, þannig að sko það er alveg ósækjant fyrir marga núti að geta hent sér í vörklassi í 2-3 ár og geta að fara í bara tekið átt í fitness. En stutt svar, hafið þið lent í slagsmál? Ég ætla að byrja þér, Erpur, hefur þið verið í slagsmál? Já, oft, verður reynskil? Já, ég var aldrei að leita eftir því. Nei. Og hérna en hefur þið verið throwing punches og Já, þetta er rockstjörnur í Íslands, sko. Já, ég fíla En það var bara þegar Bent var ekki að svæðinu. Ég þarf ekki að spyrja, Bent, það mátt ekki segja frá slagsmál. En ég þegið alveg mikið við gefið, sko, og grætt lítið á þessu, sko. Mér segi ég væri sætari ef ég hefði sleppt þessu, með nefið á mér allt kólskakt og fóttan. En hérna, þetta er svona ákveðin. Þetta er ekkert gaman, þetta er bara. En ég hef aldrei eitthvað svona farið í eitthvað missjón að megin eitthvað, sko, ekki þannig. Blöðarinn fekk nú einn á kjamman á sveitaballi gamla dag og hann var að tína tennur upp á gólfinu, sko. Já, það var ekkert á sveitaballi, það var á sportkaffi. Þetta er nettur botnin mín í lífi þegar ég var að skríða eftir tönnunum mínum á sportkaffi. Ég hjálpaði þér. Það tengdust við. Síðasta spurningin, hún kemur frá Agli sem kemur ekki á orð. Hvor ykkar er græðari? Það er breyfing svo. Er það? Já. Beint í það? Já, þetta er sko, málega er að ef Ágúst Bent myndi til dæmis, ef ég myndi byrja að hæja á drykkjunni og byrja að fara í prógrammi með Bent að geta 0,0 pilsner og fara með hann ræktina, ég er með svakalega test af framlöst. Ég fæ bara útrás í alls konar sirkus í bets á lakinu. Ég er ljón á lakinu. Hann er ljón á lakinu. Ég er ljón á lakinu. Ég vil ekki alveg útskýra hvernig það kom til, en ég hef hort á Erpur í lakonu og hérna, mér fannst það bara að gera það nokkuð. Fólk geta alveg til að sjá XXX í kvöld á stóra sviðinu. Klukkan 1 á eftir. Klukkan 1 og beint eftir brennu. Ég get lofa eitthvað því það verður bílustemning. Við fyllum dansskólu, við verðum þar. Við verðum mættir á dansskólu við FN9 blöðdrengir því að við erum ekki fyrir á morgun. Við skuldum auglýsingar eins og alltaf og já, svo ætlum við að klára þetta með stæl. En fáum auglýsingar, drengir, takk fyrir komuna. Gaman að sjá okkur, Sigur Dalum. Þetta er FM. Það er þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá þjóðhátíð og við þakkum Erpi og Bent Kjallar fyrir komuna. Þeir eru farnir drenginir. Alltaf ekki að fá það. Alvöru rockstjörnur þarna á ferð. Ég minni á pop-up verslun,
Elko sem að verður hjá Krónunu hér í Vestmannaeyjum. Þetta er okkar besta manneskja Dabs sem er kona King Cuz. Hún er að sjá þetta. Sko, er Dabs að standa vaktina líka? Það er rosalegt. Sko, Queen Dabs eins og ég kalla hana. Því það að sé landi hjá Elko. Nei, það er ekki landi en ef þið farið hjá Krónunni í Eyjum þar sjáu þið pop-up verslun frá Elko. Þetta er mjög sniðugt, ég meina þú veist að þið vantar að kaupa hátalara, ferðahátalara eða heyrnartól eða vantar eitthvað, eina snúru, hlæðslutæki þá er Elko að það. Hattar, brúsar, hvað sem er, þannig að tjekkiði á þessu við hliðin á eins og við sögum. Krónunni hér í Eyjum, allt að gerast þar en drengir, þessi þáttur okkar er að klárast. Ég held að ég hef aldrei verið með útastátt þar sem ég jafn mikið þurft að pissa. Nei. Ég verð að viðkynna. Við ljúum ekki hlustendum. Við sitja fastur hérna út í hóðinni. Við erum búin að vera, sko, svo fólk fatti hvað við erum. Við sitjum hérna á jaðarkastanum. Ef við myndum þefa krytti núna, þá myndi mín. Já, það kemur ég ekki lofari. Þetta gerist fyrir mig. Ég veit nákvæmlega hvernig ég líður hérna. Við erum á Tanganum, sem er geggjaður staður. Við erum með útsinnir, heimaklæð. Fólk vil að hoppa hérna út í sjó. Bæði veg gæi hérna fyrir utan Nærbúksson núna. Það fara að kasta þér út í. Það er gaman að þessu. En við getum ekki fara á salerðið fyrir þetta er búið, því miður. En ég minni, fólk sem er að hlusta á í Dalnum eða er í Eyjum eða á leiðin til Eyja leið og heyrið Kickstart með hart á morgun í Dalnum, gerðu okkur greiða, fylliði dansgólfið og við lofum ykkur besta sjói allar tíma. Sjóið er frá 23.05 til 00.55. Við erum mætt. Við erum með Þetta er 2 tíma koncept. Ég hef aldrei hlakkað mikið til að skemmta í Eyjum, það er bara þannig. Við ætlum að enda þetta á lagi sem að allir þurfa að syngja með á morgun. Þetta er nýjasta lagi, þetta er Króksaralag sem heitir Allt sem ég þarf. Læriði textan því að það verður singalong í Dalnum á morgun. Takk fyrir í dag, við heyrumst á þriðjudaginn eða við erum með blökkastitt, annars bara eftir viku. Takk fyrir í dag. Elskaði meira. FM 957 Topp tónlistarstöðin.